county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing that rock. Þetta var engin annar en Elvis Presley eins og allir eiga nú að vita, en áfram höldum við hér á útvarpi Sælöðri í Höfnum með pítsuleikin okkar. Þið hringið inn og... Halló? Nó, það strax komin hlustandi á línuna. Halló, hvað heitir þú? Geir? Nú, af hverju? Sæll Geir? Sæll? Hvað get ég gert fyrir þig? Það ekki þetta með einhvern pítsuleik hana? Jú, pítsuleik erum við með. Já. Ég er nú hræddur það. Já. Einmitt. Má ég fá pítsu? Pítsu? Já. Já. En þá verður að svara nokkrum laufléttum spurningum fyrst. Ok. Hvaða ár var metaðsókn á knattspyrnuleiki hérlendis? Knattspyrnuleiki? Já. Þessi pizza eitthvað í boði, eitthvað fótboltakalla eitthvað? Nei, þetta bara pizzakofinn sem býður upp á þetta. Veistu svarið? Metaðsókn á fótboltaleiki? Já. Hvað er ég viti það? Giskaðu? Jæja. Nei, það þýðir ekkert. Látt ekki svona, nefndu bara einhverja tölu. Jæja, þá 1981 bara. Það var rétt. Er það? Já, þú ert gáfaðar og heldur. Já. Næsta spurning. Hvað heitir höfuðborgin í Marokkó? Marokkó? Já, ég sagði það. Það er meira vesen að fá eina pizzu, maður. Veist ekki svarið? Nei. Giskaðu. Giska á hvað höfuðborgin í Marokkó heitir? Já. Hvað heldur það sé hægt, maður? Látt ekki svona, giskaðu, bullaðu bara eitthvað. Bulla bara eitthvað? Já. Bara rabandaband. Það er hárrétt. Hvað, heitir hún bara raband? Býttu, sagðir ekki að hún geti bara rabat, ha? Nei, ég var bara... Var það rétt? Já. Já, mér datt það nefnilega í hug. Já. Hvað heitir hún, segirðu? Rabat. Þriðja spurningin. Já. Það líka það sé einfaldar að fara bara í háskólan og læra tannlækninu og hann efnaði að kaupa sér pizzu og losna hann í svona helviti kjaftaði. Fyrirgefðu. Hver er munurinn á starfsemi DNA og RNA í frumum heilkjörnunga? Ég veit það ekkert, maður. Giskaðu. Já, hvað sagði þetta héti? DNA. Já, það sé ekki bara kjarnsýra sem geimi einhverja upplýsingar starfsemi frumunar. Hitt sé bara einhvers konar, já, ég veit ekki, boðberi sem þá farið með upplýsingarnar út úr hvað heita það? DNA? Já, DNA í kjarnanum og út í umfrið. Nei, ég er bara bull. Nei, þetta er alveg rétt hjá þér. Var það? Já. Þá kemur þriðja spurningin. Var þetta ekki hún? Nei, þetta var bara eitthvað sem ég vildi tekka á hvort þú vissir, bara fyrir mig svona. Andskot? Nei, það var rétt, þú þurftir ekki einu svona heyra þriðju spurninguna. Hver var hún? Undir hvaða nafni er Beelzebúl betur þekktur? Beelzebúl? Já, þú svaraði henni alveg hárrétt, andskotinn. Já, fæ ég þá pizzuna núna og ekki djöðs í kjaftaðina? Þótt hann nú væri, heyrðu, þú sækir hana bara hingað í pizzukofan í Höfnum, hvar býrðu? Hafnarfirði? Skrítið, mér dattaði mitt í hug. Heyrðu, þú keyrir bara hingað út í útvarp Sælöður í Höfnum og fær gjafakort upp á eina 5 pizzu. Ertu á bíl? Já. Frábært. Heyrðu, þú myndir þá kannski sækja eina fyrir mig í leiðinni? Já. Geturðu kannski lánað mér? Fyrir pizzu? Já, það hefur gengið hálf erfilega að fá borgað hjá hérna í útvarpinu. Jú, það er eftir að vera hægt. Já, svo er annað sendillin er veikur í pizzukofanum. Sendillin? Já. Og hvað með það? Þú myndir kannski keyra út fyrir þá pizzur í eftirmiddaginn í staðinn. Ég meina þú ert að fá ókeypis heila pizzu. Já, það er það sagt, sko. Já, þú gerir það þá. Já, heyrðu, ég hef komið þarna eftir, hvað maður lengi að keyra þetta? Svona 3 korter frá Hafnarfirði. Ertu ekki að finna bíl? Jú. Og ekki dókinu þá. Ok, Já,